Ég nú svo fúll í skapinu eftir þessi dissuðu mig svo rétt fyrir þá. Fyrir ljós, ég rafvirki svona sá ég þetta. Já. En nú, þetta virkar. Já, þetta virkar sko. Ég nefnilega ekki rafvirki, ég svona svo mesti fúskari sem maður finnur. Ekki rafvirki. Nei. Ég er sjokk. Það líka allt skakt og eitthvað. Það er enginn að pæli. Nei, það er enginn að pæli. Sérst ekki eins. Herru, en talaðu eitthvað hluti sem að fólki að pæli, það Iceboxið, næstu helgi. Já. Og til okkar kominn engin annar en Davíð Rúnar, mótshaldari sjálfur. Thank you. Velkomin þáttinn, aftur. Já, þriðja skipti, annars skipti. Annars skipti, já. Annars skipti. En má bara koma eins ofta og vill. Alltaf velkomin, sko. Hérna, það þetta bara, Icebox á föstudaginn, 22. Það jólin maður. Það jólin. Annars skipti ár, já. Já, hvernig lítur þetta út í okkur? Bara mjög vel, sko. Kartið hérna, bara skemmtilegt og bara svona svolítið, hvað ég segja, svona fjölbreytt kart. Og já, bara, þetta bara skemmtilegt, skilur, alltaf smella og ég svona, sem búin að læra alltaf inn á þetta sjó fyrir sjó, þetta 7. skipti núna, sko. Þannig að ég búin að tekja í boxin alltaf fyrr heldur en ég hef verið kannski ofta áður og þá, þú veist, það svona, ég ekki að segja þessi róleg kvöld, sko, en þú veist, ég er ekki að gleyma hennu og ég er búinn að græja þetta og þú veist, þetta er svona, oft hefur þetta verið bara eitthvað svona fuck, skilur, ég vakna eitthvað, nei, senda mail kl. 3 nóttina því ég myndi eftir eitthvað, svona, þú veist, það er eiginlega farið, sko, þannig að þetta er bara allt komið eiginlega, sko. Komið í rútínu. Já, svolítið, en svo er þetta bara svo mikið, sko, svo mikið litlir smáir hlutir sem að fólk fattar ekki, sem að þú fattar þegar þú ert búinn að gera þetta nokkuð, sko. En núna er þetta búið að stækka svo mikið hjá þér árfráði, stækkar þá ekki undirbúningur með það? Jú, en svo er náttúrulega bara eins og síðast, sko, þetta fer náttúrulega svo ógeðslega mikil vinna og undirbúningur og skipulagning í að eins og stækka þetta eins og síðast tvöfalt, og núna er þetta bara tvöfalt. Og það fóru ótrúlega mikil auka vinna og náttúrulega fjármagn í það að skilja og komið sér í þessa stærð, sko. Það er bara partur af vöruþróun eins og eiginlega öllu sem þú getur tekið og borið þetta saman við, sko. Sama hvað heitir vara eða verkefni eða whatever, skilur. Bara læra inn á það, skilur. Ef við hefðu síðan fyrsta Icebox, sko, ég er að fá flashbacks af því núna og horfið bara hvernig var ég þetta, skilur. Hvað er búin að halda þetta oft núna? Þetta er 7. núna. Það haldum sko fyrsta Icebox. Mér líður svona eins og ég hafi verið á fyrsta eða öðru Icebox. Mér hefur alltaf fundist þetta flott. Já, fyrsta Icebox er alltaf flott með við mót, fattur við. En fyrsta Icebox var í hálfum sal og það var fjöldatakmarkanir upp á 500 manns. Helgin eftir breytist það í 200 eða 100, ég maður ekki, ég bara rétt slapp. Og ég flutt inn hann að Phil Sutcliffe, þjálfarnas Conor, boxarnas Conor McGregor og 2 boxara frá Írlandi og þú veist, og eitt var ekki eins og með vaksín eða með mótefni, hann var bara, ég var að sækja hann á flugvöll, ég bara, þú veist, einhvern veginn náður að tala sig í gegn, þetta er svona, ég er búin að segja þessu svo oft, sko, en svo, þú veist, að leigja hljóðkerfi, ég vissi ekki hvað það þýtti að leigja ljós, en ég leigði bara 2 kastara sem voru bara það bjartir, þeir blindu augun á þeir og meðan ég hringan, ég vísaði hann bara upp. Svo bara kveikt á helmingnum á salnum, sko, og hátalarkerfi sem er notað til að kalla inn handboltaþjálfarar, sko, handboltaleikmenn, sko. Þetta var bara svona það þrátt, sko. Og gæi Leo Pizzaboy að ít og play og stopp á iPod, sko. Nú er náttúrulega bara, ég með hljóðkerfi og ljósamenn og hljóðmenn og allt það, sko. Þannig að, þú veist, en ég segi, maður þarf að sjá hvað þarf að laga til að laga það, sko. Já. Hugsaðu ekkert núna tilbaka svona, það væri til í svona einfaldri tíma, eða finnst þið bara gott? Ég er náttúrulega komið 5 ár fram í tíman með næstu pælingar og allt það, sko. Og ég veit ekki hversu oft ég fengi spurninguna hvenær verður í höllinni, eitthvað svona pælingar, sko. En ég er komin langt fram úr þeim hugsunum, sko. En ég held líka bara, þú veist, þegar það er fullt, þá eru upplifunum miklu skemmtilegri, sko. Og mér finnst alveg nóg, hljómar sem skrítið að segja, mér finnst alveg nóg að þessi áætla kring 2200-400 manns, skilur við. Þú veist, það er bara frábært, skilur, ég þarf ekkert að stefna eitthvað miklu lengri en það á meðan það er staðan og fólk eru vandi og veit hvað það kemur að, skilur, af því að ég var alltaf að færa mig venjur en að gera eitthvað stærra öðruvísi, þá er ég líka alltaf bara eitthvað nýtt, eitthvað, fattur við. En þú veist, ég er bara með topp fólk í kringum í öllum stöðum, skilur, sem veit hverju það gengur að í Kaplakrika. Fólki í Kaplakrika er frábært. Þannig ég þetta ekki að fara eitthvað nýtt hús, þú veist, ekki með langa eins og, sko, en að vera að kynnast ykkur öðrum, vona hans eins og hinnir, eitthvað, þú veist, og svo kannski hljóðkerfis, uppsetningu öðruvísi, allt þetta dæmi, sko. Það er mikið að litlum hlutum, sko. Svo margt ekki þú klikkað, sko. Já, líka bara sem kannski verður ekkert endilega betra, sko. Veist, af hverju? Ég veit hvað ég þarf mikið af pöllum, ég veit hvað ég þarf að leigja marga stóla, ég veit hvað ég þarf að gera hljóðkerfi, ég veit hvað það þýðir að þurfa að vera með hljóðkerfi, ég veit hvað ég þarf að panta til að vera með reykkerfi, ég veit hvað ég þarf að hringi í lögguliðinu eða slökkuliðinu til að geta fengið reykkerfi, eitthvað svona dæmi, sko. Það er fólk á vakt frá slökkuliðinu meðan Icebox er úti með reyk, skilur. Fáránlegt, sko. Þetta er bara reglur. Þannig að alls konar litli hlutir sem ég er búin að læra inn á en tók tíma alltaf.
svona, ég get ímyndað mér að sé mikið af reglum með eitthvað svona, þú veist, hvað það sé heilbrigðiseftirlit eða eitthvað annað skilur sem kemur svona alltaf svona hnipp í maður svona hei, þú þarft hérna eitthvað X og maður svona Ég svo maður ræði fyrir þátt, skilur, ég vissi ekkert það, skilur, það kom þegar ég var að sækja leyfi til að vera með svona mikið fólki í einum sal og fólk getur farið með drykki niður, skilur, alls konar eitthvað svona sem maður pælir ekkert í. Nei. Þá kemur maður frá heilbrigðiseftirlit og hitti mig, skilur, og spyrja mig bara, við fórum saman og löpum út allt hús og teljum klósettinn og pissuskálanar og bara þau sem að almenningu kemst inn í, ekki klósettinn inn í klefanum, heldur bara sem almenningu kemst inn í og þá kemur ljósa, þú ert ekki með nógu með klósettina þannig að þú veist, ég þarf alltaf að leigja fleka með 10 útikömrum til að hafa út á bílastæð, það notar það enginn ég veit 2 sem hafa farið út bara til að þurfa ekki að byrja í röð, þú veist, það er vel til að vinna í röð en bara svona til að drífa sig eitthvað þú veist, en ég þarf að gera það bara til að take í box, skilur þannig að margt mjög skrítið í þessu sem ég bara næði ekki utanum sko. Er eitthvað svona eitt atriði svona fyrir forvarnir sakir, er eitthvað svona eitt regluverk sem að þið finnst mest óþolandi meira pirrandi en önnur? Mér finnst það er rosa margt sem er skrítið, ég skil þetta, skilur en mér finnst rosa skrítið að ég þurfi að fá mann frá slökkuliðinu 2 menn á vakt í útkalli, þeir rukka náttúrulega útkall, þeir rukka ekki tíma sem þeir rukka útkall 2 bara til að vera þann út af því að kveikja á reik þú veist það er allir skemmtist á Íslandi með reykjur og það er ekkert slökkulis með þar Nei, megar ekki sanns og við erum að nota sömu kerfi, þetta er ekki svo reykur þetta er bara, þetta er mist sko. Var ekki svolítið, bættist ekki alveg hellingskostnaðir með við þegar þetta allt kom upp svona þessi litlu atrið Jú, ég held að fólk, þetta hljómar ógeðslega skrítið fyrir mig eitthvað að vera að segja þetta, en ég held að fólk gerir sér enga grein fyrir hvað þetta kostar mikið sko. Bara þetta er svo mikið, þú veist hver einasti stóll sem ég þarf að leigja er hluti af verðinu sem þú kaupir þegar þú kaupir miðan og ég þarf að reikna það inn í það og ég þarf að leigja pallana sem fari að setja upp stólunum ég þarf að leigja bíl til að keyra þeim og ég þarf að leigja bíl til að keyra stólunum skilur, og svo þarf ég að fá menn í vinnu við að setja upp skilur, og ég þarf samt að reyna að halda miðuna þannig að fólk vilja kaupa miðana skilur, þannig að þetta er svo fljótt að telja skilur. Þetta er fyndin bransi sko. Ég myndi með sko, maður hugsa sér bara þetta sjó, við ætlum með reykvél og 2 slökkulismenn eitthvað saman, það tekur það ekki inn í reikningin Nei, mér getur ímyndað bara, ekki einhverjum að tala um peningandalega sko, en þú veist, getur ímyndað hvað kostar að fá fleka með 10 útikömrum skuttlað og sótt tilbaka og hreinsað Já, það kostar Já, það kostar pening, sko, og þú veist fyrir ekki neitt annað en bara tikið eitthvað box, sko og já, svona sem það bara ekki nota líka Nei, mjög fáir, sko En mér finnst þetta bara, ég skil þetta en þetta er samt svona óþorfi, það er alltaf að slæta eitthvað undir borðið á hans að pæli því, sko. En ég vil bara fara til reglum mín en ekki fá þetta í baki eða klikkar eitthvað, sko. Ég lofa að nota út í kameruna, svo þetta fari ekki... Lýs. Það er eitthvað snillingur sem er að þrýfa þetta að vita okkur á hann er að því, sko. Það sé ekki að þrýfa bara eitthvað sem er ekki neitt, sko. Það er eitthvað leiðilegt þurfa að vinna með þetta og fá bara 10 kamera og bara engin nota þér. Þú bara, allir er mætti í dag, skilur. Það verður svona félagslega aðtöpum með að fá svona pissa, ekki gott að pissa. Ekki það ég vann með þetta eins og svona. Já, en svo er þetta, það, já, ok. Hann getur greiðað, þú getur spara. Þú að vera út í kannan. Ég var að þrífa og mála gámi, ég er búin að vinna að terra oft, gámiður þegar þú segir. Ég man ekki hjá hverjum, ég var jú, ég held sig gaman þessum, já. En þetta er, já, en þetta er bara alls konar, en svo líka bara númer 1, 2 og 3 í þessu öllu er að fólki sem komi hana fáið það sem það er að koma fyrir skilur, og þá þarf þetta bara að vera í lagi skilur, þú veist, eins og ég var að fara með, ég ætla ekki að segja line-upi á tónlistamennum og þetta er náttúrulega allt, þetta kostar allt að einhverju leiti saman hvort að ég sé að skipta eitthvað svona vinagreiða eitthvað, ég þarf alltaf einhvern veginn að borga fyrir eitthvað skilur, og þetta bara veist, til þess að allir séu sáttir og bara Icebox sé jafn gott að það var síðast og jafnlega eins betra þá þarf ég alltaf að vera þar eða aðeins meira skilur. Er þetta ekki með smá press þegar það er svo gríðarlega ánægja á hverju einast ári? Er ekki pressa það á, þú veist, eins og núna bara, ok, þú veist, það verður að vera jafn gott á því fyrir eða betra? Jú, en svona sem ég var að ræða líka en áðan, þú veist, ég hef alltaf, fyrst var ég bara með, ég manni hvað margir barðar á fyrsta Icebox, en sko næstu voru bara 16, það vildi svo margir kepp og ég alltaf reyna að gefa öllum tækifæri að sína sig og taka þátt og allir klúbbarnir fá að vera með, svo er ég bara svona, Davíð, þú veist, ég hef verið á mótum erlendis og setja bara 10 tíma á hortabóksa því ég er að læra og er að greina og er að skoða og pæla í þessu actually en 190% af fólki er ekki þar þannig að það er ekkert fyrir alla að vera með 16 barða skilur, svo prófið bara, ég lækti henni í 12 það er bara frábært, það er heldur og það er líka of mikið skilur, svo fór henni í 10 og ég bara svona, veist, þetta er líka of mikið skilur, þannig að ég er svona, þú veist, ég vil frekar reyna að gera þetta 2 ári og hafa þá bara, sko eins og núna að vera 7 barðar 3 hlýja 4 og verð þá bara með hérna að reyna að hlaða í meira
svona action card og fólk sé bara allan tíman öskrandi klikkað sko. Heldur hún að horfi á frænda sinn og fari svo bara heima því að það allir aðrir, þú veist. Þetta náttúrulega líka svo mikið sjó, sko. Já. Það verður að vera tími fyrir sjóið, þú getur ekki bara í gegn einhverja 10 bardaða og svo fer fólk heim, sko. Svona, ég náttúrulega stöð 2 sport inn í þessu skilur og þeir þurfa tíma til þess að prodúsa og taka viðtöl og eitthvað svona rýrana eftir hverja ljótið og 20 sekundar rýrana af svona highlights eins og við sjáum bara eins og horfum á box erlendis og kemur alltaf svona highlights klikk, eru búin að horfa á útsendingarnar sem eru á stöðu sport? Nei, ég hef ekki farið að horfa á það klikka, sko. Ég er með 9 kamerur í húsinu held ég, sko, og eina fisheye-kameru onna og þannig að það er alltaf verið að zooma útsendingabíl úti að zooma moment, skilur, svo eftir lóðuna kemur 20 sekundar highlights þannig að þú veist, þegar Kolli var slegið niður til dæmis, skilur, þú veist, þú sást það slow motion eftir og maður bara svona, henni er gæinn lifandi, sko, en þú veist þetta sést allt svona bara alveg svo horfir í Bandaríkjunum, sko, eða hvað sem er, skilur, bara svona high level producer, sko, þannig að þetta er alveg hérna og það er aftur bara miljón mismundi hlutir, sko, ég er með 5 mann sem er að tala í kringum bara útsendinguna, sko þú veist, og ég er ekki eins og að sjá hana, sko, þetta er bara partur af því að útsenda viðburinn, þannig að þetta er dálítið margir en dálítið fyndi, þetta er allt í notes í símanum mínum, sko ángríns, sko, allt í notes í símanum, sko ég er ekkert með eitthvað í tölvun, einhverju folder sem ég bara notes í símanum, þess að þælast það er svona bara simpul bara já, bara ég ángríns bara svo hérna tala við hérna Óla Selbat, hann er útsendingagæðin hérna bara e-mail, check, svo bara hérna tala við Henry Birgir, check, skilur við búið að redda gæja henni í lýsinguna, check, ég bara með græna checki, skilur, ég bara gera þetta svona gamlega góðu checklistin, sko já, ég met allt bara í augunum á mér anyways, ég er alltaf, ég er símafíkil, sko en svo er bara allt sem ég gerir í vinnunni er í símanum, sko þannig að ég bara, það þægilega, sko hversu mikið pláss tekur þetta Icebox að haustum á þér segjum 6 vikur fyrir þetta og alveg fram að þessu minna núna, sko en fyrst var ég náttúrulega bara galið álag, sko en líka svo ég hérna, þú veist, þó ég sé hérna með fullt af aðstofólki, þá náttúrulega er ég samt einn, skilur, þannig að þú veist, það er ekki að fara að senda mailin fyrir mig, það er ekki að fara á fundina fyrir mig sem snúa að einhverju skiplega, ég gerir það allt sjálfur, sko þannig að núna, þú veist, tekki alla aðeins að koma að þessu en ég er ekki að hitta einhvern í fyrsta skipti og eitthvað svona, sko, þannig að það er svolítið þægilega, sko munar að vita bara nákvæmlega hvernig maður er að fara að hringi, sko já, þú veist, ég þekki þau þekki mig, skilur, og maður svona veit hvað maður er að tala við og þau vita prógrammið og þú veist, það er ekkert nýtt þannig að, já, það telur líka já, en núna er sko, hvað, með 7 barda á þessu gati þannig að þú veist, ef maður myndi mæta seint þá væri ég bara að fara að missa af einhverju skemmtun, þú veist, bara einhverju geggjuð já, það er það sem ég vill að fólk hugsi, sko þú veist, þetta er, hérna, þú veist þetta þekkist náttúrulega bara eins og í Bandaríkjunum og Bretlandi, það er svona stór event, skilur þú veist, kartið er hlaðið upp, það er byggt upp kannski frá einhverjum yngri og upp eins og núna hjá mér, þú veist, það eru yngri bóksar í byrjun og svo svona upp og ég veit bara það sem er mikil spenna fyrir þegar það er síðar, skilur en þetta er allt first come first serve sætin, skilur þannig að ef þú mæti mjög seint þá getur náttúrulega bara endað í sætum sem er ekki frábær og önnur, skilur þó þú sjáur alltaf, skilur en þetta hefur náttúrulega áhrif og náttúrulega því seinna sem þú kemur því erfiðara en þú veist, ég segi þetta alltaf og ég bara, það verður röð og það er alltaf röð alveg lengst út á bílaplan, sko og það er november, sko það var komin röð áður en þetta byrja þegar við mættum síðast í 2 síðskipti þá tókum við bara sér ríl og þegar vorum á lappin þá bara komin röðin og alveg klukktíma og þetta byrjaði sem er náttúrulega bara ógeðslega gaman að sjá, sko en þú veist, það er ekkert hægt að gera þetta mikið það þarf að skanna hvernig einasta miða og fólk þarf að þú veist, og ég ætla svona að vera með aðeins þægilega, þú veist, VIP-ingangurinn er á sér stað fólk vissi það ekkert síðast, það var sér ingangur, það er sér ingangur þar á húsinu þannig að það er líka partur af því að vera að borga meira fyrir miða sinn, skilur, þú fer sér stað þarf ekki að bíða neitt getur bara farið í sætum, það er minna af sætum bara, öll sætin eru góð, saman með betristúkuna það er sér ingangur við miðasöluna hægra megin basically, þá lappar inn þar þannig að þú veist, þú farið aðeins meira fyrir það að borga aðeins meira fyrir miðan, skilur þó þetta náttúrulega er alltaf eitthvað röð, skilur en svona, það tók líka tíma að læra það, skilur það minnir mig alltaf á það, svona, hvað Icebox er mikið rock'n'roll og hvað þetta er gott sjó eða það maður kemur inn og maður svona sér röðina, skilur þú veist, ég bara, þú veist ég fæ þetta alltaf líka, sko, þegar ég horfi bara skilur, þetta er klika, sko. Þetta er svo klika, skilur, þú veist, röðin býr til svona einhvern veginn svona uppafstemningun bara sjá hvað er margir mættir og hvað þetta er svona, já þetta er alvarlegt, sko þetta er gaman, þetta er rock'n'roll, sko þetta er gaman, sko en hvernig er svona, en bardaðinir vantilega þú veist bara góðir, getur þú sett mér eitthvað svona frá? Já, ég bara með kortið í hausnum, sko fyrst í bardaðinum eru ungi strákar mjög skemmtilegir, sko, 15 og það strákur sem heitir Sibbi Libbi, trukkurinn hann er svona lítill kubbur, sko, sterkur á móti Tristan Stiff þegar hann keppt einu svona aður exhibition bara og hann er miklu hærri og svona lengri bara svona ungir gaurar og svo kemur strax svo eftir 86 kíló gaurar sem er
17 og 19 og það er exhibition út af því að það er aldursmunur sko, en þú veist, það er samt bara full-on bardagi skilur, og það er einn mjög stór þar og einn aðeins minni og svo, veist, einn útlenskur og einn íslenskur skilur og bara svona, veist, 86 kilo ungi gaurar og þar næst á eftir er hérna annar út af aldri exhibition en samt fight veist, exhibition, það þýðir ekki eins og fólk heldur hérna Jake Paul bardaðan er dæmið sko, það er ekki þannig þetta er bara bardaði sem er ekki skráður í bók út af því skilur, en þetta er full-on bardaði og samanlækna eftir við litum það mikið, lagt svo alltaf bara upp öryggi skilur, en þar er hérna Viktor frá hérna Akranesi á móti Artem, Artem var að vinna mót út daginn hérna Viktor vann í Hilleröð og í Danmarku og Artem var að vinna í, hvað er ekki, Litauen eða Lettlandi daginn, 2 bardaði röð vann það. Artem er frá Bógatýr, já. Og svo kemur hlé. Svo fyrsti bardaði eftir hlé, þá er hérna Daniel Rosa frá Bógatýr á móti Tate frá mér. Teitur eru að koma inn fyrir, sko, Teitur og strákur sem heitir Igor frá Akureyri voru að keppa á bikar kongamóti og Teitur vann hann og Igor fekk heilarhristing, þannig að hann getur ekki keppt, þannig að Teitur hoppa bara inn, þannig að sá fætt, þú veist, Igor og Daniel allir bardaðan þeirra á bikarmóti voru splitt og allir brjálæðir skilur, þannig að ef að Teitur vann gaurinn sem að vann hinn, þá ætti þetta að vera dálítið rugged dæmi sko, og þetta skemmtilegt og bardaði nummer 2, þetta er svona maincardið eftir hlé, sko, fyrsti bardaði er 18:15 og er til eitthvað kannski svona 18:45 og svo er hlé til 19:30 þeirra bein útsending í sjónvarpi með alvöru performer sko, til þess að starta sjón, ég ekki segja það er ekki segja hver að nei, ég veit ekki, það verður kannski droppið eftir, ég veit ekki, en hérna alvöru dæmi sko, og sérst já, fyrsti bardaðin sem ég var að segja og bardaðin nummer 2 er hérna rematch nummer 10 hjá Eriku Nótt og Hildi. Rematch nummer 10? Já, þeir eru keppt 10 sinni sko. Annar bardaðin þeirra á Icebox, það er keppt á fyrsta Icebox sko. Já, það. Hvernig fór svo þér? Erika mann. En þú veist, þær voru, Hildi var hjá mér í 4-5 ár sko. Og svona kærasti Hafnarfirði og býr í Hafnarfirði og bara all good sko, en ég var lengi hætt að láta þær keppa út, það var alltaf á móti hver annarri og bara leiðilegt, ég vill ekki að HR keppa móti HR, ég bara er ekki þar og minnst það bara ekki skemmtilegt upp á væpið skilur, og ég vill ekki að félagar fari að keppa en vera svona eitthvað svona half doing it sko. Verða einhver sparrið bara vera eitthvað svona touch-upi eitthvað, minnst það ekki rock sko, þannig að ég líka bara fyrir þær, það var 4-4 á milli þeirra þannig að bara fuck it og svo á bikarmótinu þá vann Erika, þannig að það er 5-4 fyrir Eriku núna og einhverju var búin að hvað var þetta rétt, ég bara, já, mér fannst það en þú veist, ok, vil ég run it again bara, þú gerum Icebox þannig að það var 4-4 á milli þeirra fyrir bikarmóti síðasta sem að einhverju vildu eina að vera svona controversial það var eitthvað svona smá drama í kringum það þá var 5-4 þannig að hún getur settlað skorið núna, hún Hildur í 5-5 eða Erika þakka niður í þessu sko. En þú veist, ég meina, það eru báðar ógeðslega góðar skilur síðasti bardaði var náttúrulega mjög skemmtilegur já, en þú veist, ég bara þetta er alltaf skemmtilegt sko. Þær tvær eru bara búin að æfa saman ógeðslega lengi og þú veist eins ólíkar og þær geta verið sko. Ekkert endilega, þú veist, jú það er margt ólíkt í boxinu en eins ólíkar karakter og þær geta verið sko. Og það er bara alltaf skemmtilegt sko. Svo er co-main event Elmar Gauti að fara upp 2 þyngdaflokka, hann er 75 kg að keppa móti Gabriel Marino í 86 kg frá Bógatýr. Það má sko í amatörboxi fara upp 2 flokka, ekki meira en það. Þannig að þetta er alveg fight sko. Þetta er geggja matchup sko. Og veist, já, ég held að séu margir mjög spenntir að sjá hérna, veist, Elmar alltaf, þetta er bara hans nummer 44 held ég sko. Og Gabriel er með eitthvað færri sko, en Gabriel er grjótharður sko og náttúrulega örfendur og hærri skilur og 12, Elmar lappar allt núna 77 kg og 76-7 og meina gerir á fyrir að Gabriel lappi kannski 88 skilur þannig að þú veist það hefur alltaf áhrif sko en hérna, já, það er alveg og svo main event, þú veist, það er alveg bardaði sem að margir hafa beðið eftir að sjá aftur og þeir hafa keppt 2 áður og það er 1-1 og það er Hafþór Magnússon úr Hafnarfirði á móti Íbrahim Kolbeinn og Bógatýr sko. Það er geggjað, það er alveg geggjað. Það er geðveikt. Það missir enginn að þessum bara. Þegar hún alltaf báðir átt svo gott á Icebox, var ekki bara síðast þegar var það síðast þegar Hafþór Nauðbraut, var ekki í júni? Var ekki í júni? Var það bara núna þessu ári? Nei, það var á Nóðbraut fyrra. Smurðin er en svo var einmitt Íbrátt eða svo góða framistöðu síðast. Móti Gabriel, já. En þú veist, já, þetta er bara og þeir líka eins ólíkir og hægt er sko. Og það er, þú veist, það er
bardaði í, það þurfti að kattsveita það sko, því að Íbrahim í 63,5, Haffi í 67, þannig að bara dílaði á milli að einn myndi fara 1 kíló neðar, skilur, og bara allir sáttir, þannig að þú veist, það alveg game time, sko. En það eitthvað svo ólíki, þú veist, Íbrahim langur, grannur, Haffi lítill, massaður kuppur, skilur, og ógeðslega högþungur, ekki það Íbrahim sé ekki það, sko, en hérna, þú veist, það líka bara svo mikið að kráti sem fylgir þeim báðum, skilur. Það verður ógeðslega gaman að sjá, hérna, þetta svo mikil athygli náttúrulega, sko. Og já, svo ég ætla ekki að stela þér orðinu, en ég skynja smá að þetta er svolítið svona búið til fyrir aðdáendur. Þú veist, þú hefur matcha svimt, svona ok, þetta er bara exhibition fight, svo við þessi fight getur orðið saman, skilur við. Þú veist, já, ertu að meina, sko, exhibition fighturinn er bara á því, sko, það er ákveðna reglur, þú fara hans yfir reglunar eftir, það er hans að skamma ykkur, sko. Nei, þú veist, hérna, exhibition, þú veist, þú mátt ekki ef að þú ert til dæmis U19 og ætlar að keppa við mig í U17, ef þú ert á eldri ári í U19 og ég er á eldri ári í U17, þá mun á 2 árum. Ef þú ert að fara upp á milli aldursflokka, má bara muna 1 ári. Þannig að yngra ári í U17 getur aldrei keppt við yngra ári eða eldra ári í U19 því það munar á mörgum árum. Eldra ári í U19 má aldrei keppa við inn í elite nema muni bara 1 ári, skilur. Og það miðast alltaf við reglunar hjá yngri gæðan. Þannig að U19 gauður sem keppir við U17 gauður keppir þá í tímalengd á lotum hjá U17 gauður sem er 2 mínútur í staðinn fyrir 3 ár. Það er svona heitir þetta exhibition, bara þetta má ekki vera eftir reglum yngri gaursins sem getur benefita eldri gaurnum út af því hann er að keppa niður fyrir sig aldursflokki, skilur. Þetta er bara það, sko. Þannig að, þú veist, en varandi þetta sem við talum, ég er klálega núna aðeins farin að því ég var að spyrja, ert þú íslenski Dana White eitthvað? Ég er klálega ekki það, sko. En ég er alveg ógeðslega mikið til að fólk, hérna, þú veist, horfi á bardagan og hafi jafn gaman að því að ég hef gaman að horfa á box, skilur, því að fullt af liði vill bara sjá sleggjur og læti og brjála og allt, þú veist, ef það er það sem að, hérna, þú veist, ég hef alveg gaman að því líka, skilur, en þú veist, ég er miklu meira úti í að horfa út á mót út á Spáni í Danmörku eða hvað sem er í heiminum með landsliðið að liðið mitt, þú veist, þá sitt ég og er að horfa á tekníska hluti, sko, 90 og 190% liðið er ekki að horfa á það, sko, það vill bara sjá læti og högg, sko, þú veist, þannig að, þú veist, það eru fullt af bardum þarna sem verða það þannig, sko. Mér varst að vara, hérna, já, eins og þú veist, main eventið er pínu svona catchweight, Elmar að fara upp 2 flokka, en þetta er allt geggjaði bardagar, sko. Þetta er bara svona, þetta var góð fight, finnum bara leið til að láta þetta gerast. Já, og líka bara allir sér sáttir, skilur við. Hérna, þú veist, það var reyndalega búið til aðra bardagar sem hefði mikið sens sem aðri voru ekki til í. Og þú veist, ég, þú veist, að reyna að búa til, þú veist, það þarf náttúrulega fyrsta lagi, þú veist, núna eru próf, skilur við, í skólanum og ykkur eru búin að keppa ógeðslega mikið í sumar og eru bara dálítið svona ekki alveg 100% á því eitthvað. Og þá svona reynir maður að finna einhverja leir, getur þú fara mútið þessum eða þessum mútið þessum, er það hægt en þú veist, það bara er ekkert alltaf hægt, skilur. Og þá líka þarf maður að vera, sko ekki, að finna einhverja leir til að láta það gerast eins og þarna og þú veist, það er enginn á Íslandi sem er eitthvað til í að keppa við Elmar, fattur í 75, þú veist, það bara er ekki þannig. Það er ekki þannig. Eða í Noel að keppa í 67, þú veist, það er enginn. Þannig að þá þarf hann að flytja ykkur inn sem ég er ekki að fara að gera núna, ég geri það í júni næsta ári, sant? En hérna, þú veist, þá bara geðveitt ef ég get búið til sem að við vitum alveg að Gabriel er reynslu minni en Elmar en við vitum líka hann er 12 kíló þyngri, sko, og örfendur, skilur. Það er bara geðveitt gaman, skilur. Þannig að það er vilt, sko. Þetta býður upp á mikið entertainment value, þessi bardagi, sko. Gabriel er líka bara með svo mikið fighting spirit eitthvað. Hann er bara góður, sko. Þú veist, það, hérna, og það er ekkert alltaf eitthvað bardagafjöldin endilega að segja allt til þú veist, hvað einhver er góður, skilur. Þú getur alveg verið með 20 bardaga en negative record eða 18-2, skilur, það er bara, það gerir ekki að koma bardagamann eða boxer að vera með geða marga bardaga, það bara er ekki þannig. En svo eru margir sem koma bara semi off the street, skilur, og eru bara geða góðir hratt með geða fáa bardaga, skilur. Þannig að, þú veist, það er líka að horfa hvernig viðkomandi er með við, þú veist, bardagafjöldannars og reyna að matcha það út frá því, þú veist, það meikar meira sens, skilur. Þú veist, það fullt af boxerum á Íslandi sem eru með 15 bardaga sem ég ef ég var í þjálfarinn myndi treysta þeim móti gaurum með 50 bardaga. En það er líka fullt af gaurum sem eru gaurum og whoever með 15 bardaga sem ég myndi ekki treysta með ykkur með 50 bardaga, skilur, það bara munar. Þannig já, en þetta verður hérna, það verður læti. Hljómvel, þetta er geggja line-up allan. Þetta er mjög svona, já, það er svona, ef maður er með svona smá innsýn inn í hvað er að gerast á boxinum í Íslandi, og það er geðveitt line-up. Það er líka fullt af dóti fullt af bardum sem að fólk kannski, nöfn sem kannski þekkir ekki eitthvað sem ég veit samt að verða, þú veist, ég meina Teitur móti Daniel Rosa, það verður alveg action-packed, þó svo að við ekki heyrt Teitur eða Daniel Rosa svo oft, sko. Þú veist, það verður þannig, sko, og fleiri, skilur, en hérna, en svo líka bara ungu strákarnir á undercardinu, eða verður að segja það, þetta er allt bara ungi strákar sem að vilja sanna sig, skilur,
fyrir fólkinu, þjálfarinn sínum og að þeir geti þetta og fá smá tilfinningu fyrir hvað það að vera svona stóru sviði og það náttúrulega bara geggja gaman, skilur einn 2012 módel og einn 2011 módel, skilur ég átt eldri bíla, sko það bara geðveikt að þeir séu bara eitthvað að fara að labba fram að ljósin, skilur mér finnst það bara geggja að ég get gefið þeim tækifæri til þess, sko það líka pungur að, þóra þessu já, það það, sko ég ekkert viss hvað þá gamlega 12 ára já, þeir eru á 13. ári þá telstu sem 15, sko ég hef ekki farið fyrir fram á svona mikið fólki að gera eitthvað svona þegar ég var 13 ára aldrei nei, kannski ekki en hvernig það, ertu bara með útlendinga á júnikartinu eða er það eitthvað regla eða? Nei, en þetta bara þetta svo ógeðslega mikið, ég rætti þetta við ykkur síðast, sko, ef ég væri með 8 bardaga og 8 bardaga Ísland versus útlönd þá náttúrulega eru 8 andstæðingar sem eru ekki frá Íslandi sem koma með 0 manns í húsi, sko og þetta í enda af deg og skipti náttúrulega ógeðslega miklu máli fyrir upplifunina og mig að það komi fólki í húsi, skilur og þó að sé einhver Jan í einhverjum fjöllum í Noregi búin að kaupa sér áskrift af Stöðvar Sport til að horfa hann ekki í salnum, sko og ég þarf, segjum ég myndi flytja inn 8 manns þess að ég gerði eins og í Noregi það komu ég var með frá 7 mismunandi klúbbum og það er enginn að fara að senda einhvern úr öðrum klúbb og taka ekki þjálfaran með, þannig að það er boksari og þjálfari, allavega einn þannig að við myndum taka 1 þjálfara hver haus, þá var það 14 hausar þeir þurfa að gista eitthvað staðar, ég er með það þeir þurfa að borða eitthvað staðar, ég er með það og það þarf að skipuleggja alla þessa gaura, sko, og það er erfitt og þeir þurfa að keyra eitthvað og ég er með það, skilur þannig að þetta er bara rosalegt utanumhald og endalega tölugur kostnaði sem fylgir að flytja inn já, bara galið, sko bara galið, en þetta er svona þetta er eiginlega svona yfirleitt er það þannig ef þú ert að fara erlendis að æfa að kepp eða fara að æfa eitthvað staðar, að fara að taka þátt í ykkur svona þá sérð þú flugmiðan og mótshaldina sem eru að fá til að koma sér gisting og mat og flutning, skilur en þú veist, ef ég er með eins og ég sagði, sem þessi 14-16 manns eða eitthvað, gisting og mat og transportation, það leiða bíla fyrir þessa hópa, þetta er alveg peningur, sko það er fljótt að telja eins og gistingar á Íslandi sé ódýrar nei, en ég nú verið heppið með mitt fólki í Fjörukráni, Viking Village hafa bara tekið þátt og hjálpa mér, sko sem er alltaf bara frábært og úgeðslega ánægð, skilur, sjátt á þau, sko en þú veist, það er ekki sjálfsagt, sko það þurft að segja, hringja símtölu og tjekka og skoða og svo þarf að skipuleggja herbergin, þú veist, þessi vill vera einn í herbergi hann er þessi gaur og þessi vill vera bara með þú veist, max 2, eitthvað svona kjaftaði, sko og ég veit að þegar þeir lenda, ég gisti einn bara nei, ég er búin að bóka herbergin, þú veist, að gista einn, sko það var ekki bara, þú veist alls konar eitthvað svona prímadonnur já, en þú veist, sorry en þú veist, náttúrulega við virkum ekki svona, skilur þess að maður heldur allavega en veist, hugsunni þeirra er kannski bara ekki eins, sko og þá þarf maður að vera bara, ok, hvað get ég gert hérna ok, great, hérna veist, og þá þarf að fá annað herbergi, skilur og þessi kann ekki að gera beinskipta bíl, þá þarf að læra sjálfskipta bíl þetta er svona kjaftaði, sko þetta er svona endalaust dæmi, sko skemmtilegt en þetta, já, en ég er með alls konar pælingar fyrir framtíðina, sko sem verður gaman, ég er ekki að tala eitthvað mikið það, sko en já, höldum þið bara undir radarnum kannski, en með gefa okkur eitthvað smá ég var einmitt að fara að spyrja framtíðina já, nei, sko ég veit ekkert hversu mikið mér langar eitthvað að segja, sko en veist, þetta er svo lítið mál þeir eru búin að gera þetta svona oft og læra maður svo mikið af mismunandi hlutum og það er ekkert sem stoppar að fara og gera eitthvað öðruvísi, skilur og ég meina ég veit ekki hvað ég get sagt á þess að segja, sko en þú veist mikið tís nei, ég er að reyna að koma ykkur að orði því ef ég segi eitthvað, ég er bara þannig gerður ef ég segi eitthvað þá finnst mér ég að vera skuldbundin að gera, skilur, ég vil ekki að segja neitt þannig að ég sé eitthvað búið upp eitthvað væntingar það verði, en það hvað segir 50 cent á næsta ári nei, mér langar alveg eitthvað tíma að vera með erlenda tónlistamann á Icebox, sko en þú veist, það þýðir náttúrulega bara ennþá meira programming og ennþá meira kostnaður, ennþá meira dæmi í kringu það, sko en svo væri bara þessu fyrsta Iceboxi sem ég held sem var ekki Icebox, sem var Iceland Fight Night í Laugardalshöll, þá var það hluti af Vastrættamóti fyrst skipti sem þessi ringu var settur saman, skilur, þá opnum við, ég ætla bara að segja ykkur söguna því, þá feng aldrei neitt notað hennar ring, sko, kom bara gámur og við opnum hann og ringur, enga leiðbeiningar tók 18 klukkutíma, sko nú er ég að því svona, við svona með hópnum sem er aðstofað mig og sjáttu þetta þau líka, þetta eru snillingar, sko þú veist, þá erum við kannski svona 3 tíma, skilur en þú veist, ég horfði bara og þú veist, og ekkert ég bara sendi á þá sem voru með þetta í háni bara, heyrðu, er þið ekki með neitt
getur maður ekki séð hvernig á að gera þetta eða bara eitthvað, nei við fengum bara gáminni bara, hvað hringur þetta? Þannig að ég geti þá allavega það var eitthvað sem var keypt á Geysers skilur sem alltaf reysa síða sko en það var engar reyðbyrningar þar hendur og þú reyndu að tala við einhvern í Bretlandi eftir miðnætti þegar þú ert með hausinn þú veist, og einhverju fötu inn í Laugardalshöll bara fuck, þú veist, þannig við vorum allan nóttina til 4, vaknaði, komin aftur 6 og allan daginn, þá getur þetta bara bilun þú veist, af hverju geti að vera með, þú veist, ég geti sagt eitthvað það væri gaman að gera Icebox hluta af einhverju öðru þú veist, af hverju er að geta að hafa tónleika og Icebox, skilur þú veist, ekki það Icebox sé nú smá tónleikar, skilur en þetta hafa event sem breytist í annan event, skilur og gera þá ennþá meir út úr því, skilur Tengið þetta erfið, það er í nóvember líka Já, þú veist, why not, skilur það er harpan, ég er búin að eiga samtölu það með hörpuna, sko, en þú veist það er ekkert drosa mikið að sölum þú veist, ég var alveg spáð í hérna venue, sko en það er hausverkur, sko rosalegur hausverkur, sko því, þú veist, það hljómar rosalega fallega á djúsi, eitthvað bara harpan eitthvað ljósveitan á glugganum og allir eitthvað, það fænt eitthvað að drekka rauðvín, sko, en þú veist, harpan ég myndi ekki nenn að hafa þetta í ekki nenn að fyrsta leið þau er náttúrulega miklu meiri kostnaður sko, en eldborg þá sitja allir í sæti og horfa áfram og upp á okkur palli og ringur upp á okkur sviði það er ekki alveg nú sitja aftast flott, það passar ekki alveg sko, það er ekki sama mótjó sko og annar salur þetta tekur ekki að mikið fólki sko og svo er kostnaðurinn við að þú veist, hljóðmenn, lóðsmenn, allt sem er hluti af húsinu skilur það er ekki hluti af húsinu í Kaplakrika ég geti verið með það sjálfur það er hluti af húsinu í Hörpu til dæmis önnur venue í íþróttahúsum FH er ekki með körfubolta körfubolti er innanhús skilur en ef ég væri að fara í eitthvað annað íþróttafélag þá er það körfubolti og handbolti sem ég þarf að reyna að íta til hliðar til að geta fengið salin til að geta sett upp eitthvað sem enginn pælir í skilur þetta er alls konar bara svona ákveður er þetta ekki bara í Víkingsheimili Víkingur er bara með dálítið hérna í Valsheimili Valur er bara með dálítið mikið íþróttagreinum í þessu húsi sko þetta bara býður ekkert endilega upp á það sko sem örugglega enginn hefur pælt í fyrirfram sko en maður þarf að reka sig á þetta til þess að já Nú er alltaf rekið á ýmislegt á þessum tíma sem er búin að vera að byggja upp Iceboxið Já, þetta er 7. skipti sko en já, mismunandi hausverkur alltaf Ég ætla að koma inn á þeim dagann hérna þú veist, þú nefnir hann að Viking Village og þetta þú veist, þegar þú varst að byrja með þetta hversu, hefði þetta verið hægt hefði ekki verið með tengingar og bakhjarla í byrjun, út allt það voru náttúrulega sko styrtaraðilar eins og núna skilur það er engin það er ekki hægt að koma inn í Icebox fyrir en eftir næsta ár ef einhver hættir veist, það er bara allt farið og ég veit ekki hvað ég er búin að fá mikið að skilabóðum vilja taka þátt og vera með þetta er svo spennandi eitthvað skilur já en liðið sem er núna kom inn at the time sem að var kannski ekki orðað sem þetta er í dag skilur og maður það líka valjúa það skilur og ekkert allir skilur en einhverjir og í byrjun náttúrulega þú veist sagan þegar ég byrjaði þetta búin að segja hana oft sko en þú veist ég labbaði inn til vina minn í sportturum sem eru ennþá í dag með mér bara hérna og ætlaði að biðja aðstoð til að geta leigt húsi skilur af því að ég var ekkert viss hvernig þetta færi skilur en svo þurfti ég ekki að þetta bara var áhugi fyrir svo þetta seldist bara skilur og þá þurfti ég ekki að hafa ágjörð því skilur en svo bara þegar þetta fyrir að staða fólk sér að mikil áhorf og mikil stemning og þú veist þá vilja bara fleiri vera með en þú veist ég hef alveg sagt áður ég hef ekki hringt þegar ég var að hringja símtölun sem ég er ekki að gera í dag en ég hef ekki hringt eitt símtöl í neitt sem snýr að eitthvað sem ég þekki sem með vörumerki sem ég finnst passa og fengi nei aldrei fengið nei ég kannski fengið einhverja diskuteringar og pælingar eða einhver sem eru kannski þú veist, nei, flat nei ég hef aldrei fengið flat nei, ég hef aldrei fengið svona þú veist, við erum akkurat núna búin að kappa okkur eða eitthvað en heyrði okkur og það hafa kannski komið inn setna en þú veist, það er allir til í partí eða þú veist, með gott partí, skilur en þú veist, en þá líka bara svo ógeðslega mikið ég er að tala alls konar þetta þú veist, maður verður bara að hafa fucking sorry, pardon my French sko, trú á verkefni, trú bara á sjálfum sér skilur því að þetta er þú veist, það er ekkit spennandi eitthvað allt í að fara að gera eitthvað í fyrsta skipti og vonast eftir að kannski verði eitthvað og kannski vilji fólk mæta og kannski verði eitthvað þú veist, en þú veist, ég hef bara ógeðslega mikla trú á hvað sé þetta að gera með box á Íslandi sko og hnefa líka fólk á Íslandi og þá er ég að taka, þú veist, bara box það er svo margt þetta að gera sko en hérna já, ég var að tala ógeðslega mikið og þið horfðu bara á mig. Það er bara unnast að hlusta þetta sko. Þú ferðu þig víða mörg sko. Nei, ég tala, ég postaði hérna, veist, ég vona einhverjir hérna sem er að horfa á þetta, ef er að horfa á þetta, hérna farið nú að heyri mér. Hérna, ég postaði daginn að mér finnst hérna
út af þessu hnífageðviki sem í gangi í Íslandi sem alltaf bara flat out viðbjóður og nú ég að fara way out of line með hérna Icebox en ég postaði eins daginn að mér finnst þetta galið og sem þetta það veit að það sér það hver helvita maður og alveg niður í bara 0 ára að þetta galið og ég postaði að ég væri með hugmyndir skilur og mér langa að ræða málin og sem snúa allt öðru heldur en hnífunum skilur bara hérna þetta getur djúpt sko en hérna mjög gott ég vildi velta steinum að ég var með hugmynd með hugmynd að því hvernig hægt að gera einhverja hluti og þá fekk ég bara skilaboð frá alls konar stjórnmálamönnum og einhverju fólki sem einhverju völd og eitthvað hérna, eitthvað að reyna að sækja sér einhverju helds atkvæði það enginn að fá helds atkvæði frá mér ef hann ekki til að gera eitthvað sko. Og vera að segja hérna kommenta okkur að posta mér endilega að senda mér eitthvað svona kjaftaði sko. En búið skilur og ég eitthvað svona, þetta innhaldslaust þannig að það koma kosningar, skilur það vilja alltaf líta óslega vel út en gera ekki raskat, skilur vilja fá launin en ekki vilja vinnuna, skilur þú veist vilja koma nafninu sinna á eitthvað svona eitthvað sem gera hljómar ógsta og ég vonandi heyrir, svo ég veit ekki það að vera gaman að eitthvað ríl þar sem að ég get posta sendið skilabúðin sem ég ætla að senda af því að þetta er galið, sko, það sem svo skrítið og ástæðin fyrir að tala þetta getur alltaf djúpt og mér langar að ræða þetta miklu breiðari grundvelli, skilu, af því að það ógeðslega skrítið ég var að tala með, ég hef miklu trú á hnefalega fólk í Íslandi við erum með afreksfólk í heiminum og Evrópumeistara í fimleikum, skilur við erum með komið núna fólk sem ná flottum árangri í hnefaleikum sem lítið á Íslandi mjög lítil grein með aðra greinar. Við erum með risastóra afrekshópa í kraftliftingum, við erum með risastóra afrekshópa í fótbolta. Hlustið núna, sko, pæli í því hvað mikið af ennþá hæfileikaríka fólkri sem að bara gallri æft því að foreldrar voru ekki tekjuháir. Pæli hvað þetta galið. Já, algjörlega. Og það eru, við gætum verið með 10 svona betri hnefalegamenn eða fótboltamenn eða fimleikafólk eða eitthvað en bara hafi ekki efnaði að æfa íþrótt en nefnilega fáránlega dýrt að setja börn í íþróttir bara pældi í fimleikar fáránlega dýrt ég bara fimleikar til snillt geðveikt kostar milljónir sko já þetta kostar á ársgrundvelli að senda 1 barn í eitthvað svona íþrótt sem að búnaðinu kostar þetta og að skilda þú ætlar að ná afrökum að fara í keppnisferðinar og allt þetta kostar svo mikla peninga og svo er frístundastyrkur einhver skitinn 56.000 kall á ári þú veist, þarna erum við literally að láta peninga skipta máli hvort að börnunum okkur líði vel eða hvort að börnunum okkar takist að eiga möguleika á því að ná árangri, skilur. Algjörlega, sérstaklega með íslenski stjórnmálum að segja aldrei neitt jafn oft eins og að efnaðir ekki að stjórna menntun og hinn og þessu, en það er bara staðan á Íslandi að það skiptir engu máli hvað það ætlar að gera, hvað átt mikinn pening eða fóreldurinn eða hvað það er, það skiptir bara öllu máli. Upp á þín tækifæri. Það á ekkert endilega að vera hann, við eigum ekkert að þurfa að vera sérstaklega með íþróttir, sko. Þegar íþróttir, þú veist, með íþróttum, það getur verið svo virt forvarnastarf án þess að senda ykkur að dópista í skóla til að halda ræður, skilur við. Það getur ekki verið það. Það getur ekki verið, það er það. Já. Og þú veist, ég held að hljóta allir að vera sammála um það, skiptir engum máli, ég er bara fucking rafvirki, sko. En ég er samt einn að þess að ég hef rætt svolítið mikið ég er svona einn að þessi strákur sem var aldrei inni, skilur af hverju, og gott dæmi að ég tala um ég sé alltaf að segja fucking, sko, en þú veist, ástæðan fyrir ég er rafvirki er út í að allir vinir mínir voru að vera læra rafvirkjan mér langar ekkert að vera rafvirki mér langar bara að vera hluta á hópnum no-brainer, skilur þannig að íþróttir sama hvað íþróttin heitir eða hljóðfæra dæmi sem þú ert að læra heitir þú ert alltaf að upplifa sem hluta ekkur heild hluta ekkur hóp og pínu þú veist merkilega en mikilvæg en þú finnur og ert eitthvað það er líka satt, þú ert meðaltalið af þeim sem þú umgengst með ef þú ert að umgangast 10 gauðra sem allir eru atvinnum minni í fótbolta það er tölvöld mér líkur að þú leggir auka æfingarna til að vera atvinnum minni í fótbolta rest my case þannig að ef þú spári sko, þú veist, ég get tekið alveg nokkuð dæmi ef þú komið lengst út fyrir Iceboxina ég fíla þetta, en ég vil að alveg ég var geð til að þetta myndi heyrast meira skilu, af því að þú veist, ég held að sé allir sammála um það að krakki sem sagt, ef við tökum sem dæmi bara á foreldrar sem eru ekki tekjuháir skilu, hann getur ekki fengið að æfa íþróttunum sem hann langar ógst að læra og fer náttúrulega ekki á æfingu eftir skóla, hvað gerir hann? Hann annarkvort
hangir heima á sér eða fer út og reynir að finna einhverja í sömu stöðu og tilheyrir hluta af þeim hóp hvað gerist í þeim hóp þeir eru fyrir utan skilur, þeir upplefa sig ekki merkilega eða þú veist, þess að skipti máli þeir eru bara ekki meðninum, þeir eru bara svolítið svona út úr Það líka ekki hættulegra fyrir úling heldur en að hafa ómikinn frítíma og ekkert að gera það stór hættur, ég brann með á því sko. Já, þetta bara svo klikkað ég talaði líka þetta daginn veist, við erum alltaf að benda á krakkana, skilur, við erum alltaf að benda á ungu strákana, bara, þetta hálfvita að vera með hníf þeir eru alltaf að benda á fólk þú veist, það eru 3 puttar aftur og bak for a reason, sko þú veist, ef það er ekkit ef það er ekki, krakkin segjum að þú setur bara ekki með nóg að há laun sem er ljót staðrend til að krakkin geti eftir íþróttir og hann hangir heima á sér og það er ekkit reglur utan það að þú ert að vinna svo mikið hann bara getur bara að sofa hvenær sem skilur sem því það hann vaknar aðeins þreyttar að nætt að gera og jafnvel mætir aðeins svo seint þannig að hann verður eftir í skóla upplýða sig ennþá meira út undan og hann skilur ekki okkur að nætt að breyta sig það er ekkit verið að segja hann hvað nætt að gera það er allir svo uppteknir að gera eitthvað annað Þannig líka rosa auðvöld að selja sér að hætta ykkur ef maður ekki að standa sig alveg í því þú veist, þá farið að vera svona kvíðavaldandi og hann ekki að fyrir að ágera því þá er rosa auðvöld bara, ef ég hætti þess að líðum ekki lengur illa því sko. en hvar er rótin hann? Rótin er ekki að krakkin er ekki að gera neitt það bara er ekki verið að bjóða hann upp á að gera neitt þannig að hann upplýðir sig alltaf fattar þetta er miljón mismunandi hluti sem það taka upp mismunandi dæmi sem sýn okkur það að ef maður myndi vera í íþrótt eða vera í einhverju tómstundastarfi whatever það heitir, mér skýt sama hvað það heitir þá er meira í regla skilur en að það stjórnir því hvort þú getur verið í þessari tómstundi eða þessi íþrótt eða whatever séu peningar og laun foreldra hérna það er gjössalega bila Ég hugsa sko að það spila líka inn í þarna er svona athygli og vanræksla sko það er bara sumir foreldrar maður sé nokkra krakka sem hafa bara leiðst út í rugl sem áttu bara aldrei sens í lífinu vegna þess bara hvaða foreldra þar sem að foreldrar annað gott sko hefur engan áhuga á að setja í íþrótt þó hann eigi penning sko hefur engan áhuga á að fylgjast með þér í íþróttum eða efla þig í íþróttastarfi eða bara þú veist neglektar barnið 100% og vill bara að það sé úti einhvers þar að slæpast svo að þú ekki hafa áhyggjur af því og þau case lenda oft veist, að vera mjög lenda mjög illa í því í lífinu með, sko. Og þá getur verið með eins öflugt íþróttastarf bara þú bara getur ímyndað það sko en krakki myndi samt ekki bjargast En ég meina að þú verið með þessa tengingu samfélagslega tengingu, bara skóli, íþróttir þú veist, þetta væri eins og er breytandi þetta væri heilst eftir og það væri ekki foreldrana einmitt að fylgja þú veist, ef þú ert foreldri í viðkvæmri stöðu sem eru bara pínufögt og ekki pening þú veist, og enginn að labba með þér á æfingar þú veist, þá ekki komið vekk fyrir að barni fari bara með öllum hinum á æfingar skilur bara upp í ykkur á rútu eftir skóla það bara fari inn í leikahús og það er bara fara allir í sitt stöf mér finnst bara allir krakkar geta æft hvað sem ég er ekki að segja annað með það sko ég er sammála sko en þú veist, ef foreldrarnir skilur myndu ekki þurfa að borga frístundar þess að mismunum á frístundagjaldi það myndi bara nota peningin í eitthvað annað og það kemur inn í ríkissjóð líka skilur þannig að þú veist, það er enginn að tapa á því að allir geti æft eitthvað þú veist nú bara ef við tölum flat out það hefði farið í hagkaup í Skeifunni eftir miðnætti einmitt, haldið þessi margir afreks íþróttaólingar þar ég meina, gætu verið það ef þeir hefur byrjað og ég er ekkert að seima fólki sem er þarna en þú veist, ástæðan fyrir það er ekki þú veist, ástæðan fyrir að þessir afreks krakkar, verðandi afreks íþróttamenn vögulega eru ekki hana að þeir hafa einhverjar aðrar stefnur skilur og ég veit ekki hvernig óskopnum að taka þetta æsbúrspjall út í þetta maður en þú veist, ég held í alvörunni að við þurfum að hafa meiri trú á krökkunum okkar og reyna að gera eitthvað meira íþróttatengt og tónlistatengt með þau skilur. Við eigum risa stóran hóp af flottum tónlistamennum, íþróttamennum og whatever það heitir allt í litla Íslandi skilur en geti ímyndað, þetta er úrslega sorglega setning að segja, svo getur ímyndað hvað margir heimsmeistar í sófanum þess að þeir komist ekki á æfingar sorglegt sko. Svo er líka bara, þú veist, stjórnmálum er alltaf efnaðisreikning þessa og rekstrareikning þessa og sem geta sýnt fram á að við vorum ekki að tapa pening svo ég fóði kostningu næst en þú veist, þeir hafa ekki efnaði að horfa þessi 15 ára fram í tíman ef við byrjum á þessu núna, þá erum við kannski að lækka allan heilbrigðiskostnað sérstaklega kringum fíkn en allan annan líka ég meina, þú veist, stærsta heilbrigðisvandamáli er offita og sykur vesen þú veist, þeir getur verið að lækka þennan kostnað til framtíðar miklu meira heldur en þeir að eyða í þetta akkurat núna það vantar þessa hugsun Ég held bara að þetta væri þetta væri forgangslánin nummer 1 skilja það var að tala með að hjálpa börnunum og skilja að gefa þeim tækifæri að geta æft og lært skilja þegar ég veit bara hvað box og íþróttir gerð ég er bara íþróttagaur, ég hef alltaf verið íþróttum
ég fór í rafvirkjana eins og ég sagði, bara út af vinum mínum voru, ég vildi vera með vinum mínum, skilur þú veist, þannig að saman hvort það heitir að læra rafvirkjana eða æfa eitthvað, skilur, ég bara vil bara hluta hóp veist, þetta eru bara yfirleitt einmanna ungir gaurar, skilur, sem finna aðra einmanna unga gaura og það verður ekki skemmtilegur og sniður félagskapur úr því, skilur þetta svona karakterbilding, sko, ég veit að ég ekki maðurinn sem ég í dag, nema að ég hefði byrjað að boksa að boks bara ég held ekki að það hefði bjargað lífið mínu en það bjargaði svona félags- og sálræna lífið mínu sko. Og maður svona þú veist, maður lærir sko bæði að bera sig vel og pínu svona eiginlega vera hættulegur og þetta er svona, þetta var hljóma kannski pínu dark sko. Nei, þú veist bara hvernig þú átt að tækla aðstæður, skilur þú þarft ekki að tækla þér, þú ert ekki að fara að koma þér í þetta. Nei, það er svolítið málið sko. Og það skiptir þú veist, það er lang mikilvægast í öllu sem að ég geri og við gerum upp í gymmi er að bara móta úlningana í sterka einstaklingar sko. Ekki það þeir geta verið að rota fólk sko. Skiptir ekki það. Veist, ég vil bara geta tæklað aðstæður sko. Og það er sem bara box eða whatever það heitir þegar þú ert að læra íþróttu, þú ert með eitthvað mark með eitthvað stefnu, þú ert að ná að hlaupa svona oft, þú ert að gera svona mikið til að geta þá verður betri þú ert með markmið og þetta bara móta þig að því að þú vilt ná árangri saman hvort það er bestur í heiminum þú veist bara hausinn að er þar versus ekki að þú ert ekki þar þannig að það lítur að vera borðliggjandi þú veist, sama hvað íþróttin að tómstundin heitir skilur, þú veist bara hafa einhverja markmið ég er svolítið svona félag, þú veist ég sé þetta svolítið svona félagslega dæmið þú veist, mér finnst sérstaklega mikilvægt fyrir krakka í viðkvæmstöðu sem er kannski foreldrar sem eiga lítið af peningum, það er sérstaklega mikilvægt fyrir þessa einstaklinga að umkringja sig sterkum einstaklingum sem eru á leiðin eitthvað er að fara eitthvað það er ekki bara motivating þú veist maður, það hafa allir fundið fyrir því hvernig það er svona detta off track og hvað er hræðileg tilfinning að vera einhvern veginn ekki með þessa stefnu sem maður er alltaf verið með og týnist maður bara í lífinu sko. Það er fullt af krökkur sem hafa kannski aldrei verið með þessa stefnu þú veist, verið með þetta, ég er að fara þangað já, það skiptir miklu máli ég veit ekki hvernig maður funkar en það hefur svolítið sitið í mér sko, að því að strákum gengur rosalega illa í skólakerfinu í dag bara, þú veist, hvernig ekki lesa þetta í gags og svo les en við höfum pælt í því sko, hvað þeim gengur illa með kennara en hrikalega vel með þjálfara og það er svona pínu eins og þú komst inn á skilu það er þjálfarinn sem að setur þér svolítið mörg og þegar þú segir þú spyrir eitthvað úlinga eitthvað hvað getur gert mörg burpees og hann segir 5 eða eitthvað þjálfarinn segir við 8 og hann hvetur þig áfram hann nærð 8 og þú veist, þú overachievar samkvæmt því sem þú heldur þú getur gert svo gæsa þú sagði þetta sko no cap sko, ég bara það er staðan sko, strákar sérstaklega fungera hrikalega vel með þjálfara og mér finnst það eiginlega að þú þurfir að hafa þjálfara svona í þínu lífi sko að því að hann kann að gera þig að betri manni sko. Skiptir miklu máli og ég held að sem margir krakkar sem að fá ekki að umgangast góðan þjálfara og eru þá svona einhvern veginn út úr þjálfaralúpunni og þú veist, eru þá bara svolítið svona wasted potential Sammála. En svo er líka krakkar sem myndist á áðan sem eiga bara mjög slæmar fjölskyldaðaðstæður og eiga engan sens Svo náttúrulega skóla umhverfið ekki beint allavega hann var ekki vænt fyrir mig strákur en að vera í fótboltaæfingar sem ég átti að vera að hlaupa fram og tilbaka og með þú veist, það var ég að standa mig vel í skólanum var það versta og ég var náttúrulega crossoverkur þannig að þú veist, þetta var bara helviti á móti himnaríki fyrir mig aðstæðuna líka svo náttúrulega þjálfarnir að byggja mér upp í staðin fyrir að maður átti bara að sitja og lesa Mér finnst þetta alveg svo fyndið og sér þetta, ég var nákvæmlega eins sko. Þú veist, alltaf að setja mig á lifa eða reka mig úr skólanum sko. alltaf mín æsku sko. En þú veist, foreldrar mínir bara, ég á þeim alltaf þakka sko. Ég hef nú ekki sagt því ykkur en ég er búin að segja þetta allstæðar sem kemur á mig því ég veit að þau er skilið þú veist, það var alltaf bara sagt nei, hann er ekkert fann að lifa, þá hættur hann að vera hann vinnum bara frekar með hann skilur, og við þurfum bara svolítið sem þjóðfélag og að fara að óna skítin okkar sko. Þú veist, það var að tala um það ég bara hristi hausinn það var að tala um það að þetta hætta með píptest að það var svo niðurlægjandi fyrir það sem náði ekki góðum árangri hversu niðurlægjandi heldur þú að það hafi verið fyrir mig að vera alltaf slefandi í 5 í starffræði þegar vinir mínir voru bara með 10 ég gæti alltaf að vera hár í píptest þetta er bara nákvæmlega sama dæmi heldur það sé skemmtilegra að ykkur horfaði og þú sett heimskur heldur þú sett ekki í góðu formi sem er stimpil sem er ótrúlega fljótt að taka fram styrkið bara krakkana þar sem það þarf að styrkja þú veist, takið styrkleikan þeirra og gera eitthvað úr þeim styrkleikan mínu voru hreyfing skilur og vera út um allt og fá svona pínu að hlaupa út að ganga og vera brjálaður skilur þú veist, notið það einhvern veginn skilur ekki reyna að kenna mér algebru mér langar ekki að læra fókin algebru þú veist, ég þarf það ekki ég bara veit ekki hvenar ég auðvitað hjálpa manni að læra starffræði til þess að þjálfa hausinn og munna aðeins og eitthvað svona klálega ég er alveg, það þarf en ég þarf ekki að vera diffra eitthvað stöf þegar ég er 9 ára sko. Bara, þú veist,
læriði, við þurfum að óna skítun okkar og reyna að fara betur með börnin okkar, skilur, því að staðan eins og þú segir, ef að er ekki yfir 50% ungra drengja sem get ekki lesið sér til gagns. Jú, minni það. Það var bara, það kom það var fjórðungur stelpna og helmingur stráka. Já, en pælið því, haldið þið, nú erum við allir hérna toppmenn, haldið þið að strákanir séu vandamálið? Nei. Þetta var ekki svona áður, þetta var ekki svona. Það er eitthvað að og við þurfum að fara að óna skítun okkar og finna einhverja leið til þess að koma til móts við strákan okkar. Þeir vilja að lesa og þeir vilja að læra. Það er bara ekki verið að gera á þann hátt sem virkar fyrir þá. Og svo náttúrulega eitt sem þeir fá líka út úr íþróttum og sérstaklega kannski út úr ákveðnum bardaíþróttum er agi. Agi og sjálfstraust, það er svakalegt. Það vantar svo mikið aga inn í samfélagið. Þú veist, ef ég hef aldrei kynst aga, þá hefði ég aldrei getað setið kjör í sekúndu. Ég átti erfitt með 20 mínútur, skilur, þannig ég var ekki nú tíma bara reglulega, en ég gat þá kortið 20 mínútur. En ef ég hefði ekki verið með járnaga heima á mér, þá hefði ég aldrei getað setið í sekúndu, sko. Ég myndi að bæti svo einhvern síma framan í því sem að dópamin framleiðslan er að pumpa allan sólarhringinn, svo leggur hann frá þér og þú átt að fara að hlusta á einhvern miðaldra kennara að tala stærðfræði. Þetta er mjög erfitt. Hvernig það virka? Ég dýrka hvað er komin djúpt í þetta. Ég dýrka þetta. Mér finnst einhverjum sem er í frambúði. Nei, þetta skiptir máli. Mér finnst líka að fyndi að taka krakka sem eru virkir og eru bara gott efni í íþróttum, eiga bara heima bara út á túnni skilur að hlaupa, en þú ákveður bara, nei, herru, ég ætla að lyfja hann niður. Þú ætla að láta hann diffra og læra algjörn. Besta setning sem ég hef heyrt þegar ég var, ég þekki mann ekki neitt, en ég tengi ógeðslega mikið við Magnús Skeving þegar hann var í viðtalinu sem hann var að segja, hérna, þú veist, skólastjórar og menntamálaráðan eða hvað þetta heitir allt, þetta er allt gauðra sem eru í þessu. Pælið að ég var í skólastjóri og ætlaði að koma öllum í splitt. Það komast ekki allir í splitt. Það er út með fullt af liði sem er að reyna að koma til splitt og allir hún lélegir í starffræði. Að því að það vera fókus á að ná öllum í splitti, sko, en þeir sem eru góður í starffræði og þeir sem eru lélegir í starffræði, svona, mætast á mér leið, skilur, það bara komast ekki allir í splitt, það verða ekkert allir góður í starffræði. En það er að gera þá sem eru góður í splitt, geðveitt góður í splitt, þeir sem eru góður í starffræði, geðveitt góður í starffræði, en að láta báða aðilan reyna að ná minimunu þegar þeir séu bara góðir. Ég var alltaf með umulegar einkanir í öllum raungreinum, bara alltaf. Og so be it, skilur, ég fann einhverja leið, skilur, og bara fann það sjálfur, ég fann mína leiðir sjálfur, skilur, en það er bara svo mikið leiðir sem gerir það ekki, skilur, og er að upplifa sig mitt bara sem vitlaus og gaurinn, það er lélur einhvern það er ekki verið að, þannig að, ég veit ekki, bara finnum einhverjar, hérna, ég með hugmyndir, skilur, en ég held að væri rosa gott að taka spjalli við þessa gaura, skilur, eða þá sem voru þessir gaura til að heyra hvernig raunverulega þetta er öllum drullu sama ef einhver flippi í jakkafötum inn á Alþingi er að tala við erum með lauðir þú hefur ekki verið þarna þú veist ekki hvað þetta er þó þú hafi lesið ykkur bækur það og er ekki að gera lítið úr því það bara er ekki það sama þú ert ekki búin að labba labbið, sko, þannig ekki þeirra að segja mér það er enginn sem er inn í skólabekk, úlingur að fara að hlusta á einhvern fræðihaus koma og segja sig hvernig honum á að líða tala við einhvern sem er búin að vera svona og komin í gegnum það og láttu hann segja sína sögu hvernig hann komst í gegnum það er enginn að fara að hlusta á þig það bara er þannig rest my case, þetta er frekar borðliggjandi það er svo skipt svo miklu máli að vera fín og flottur með bindi, sko, ég bara næði ekki, sko ég er aldrei að fara með bindi bæði, sko. Þetta er svo, mér finnst líka svona þetta er oft svo fyrstri gæjar þau er svo langt í burtu frá vandamálinu að það er einhvern veginn engin tenging það er bara einhvern veginn búin að mata ofan eða eitthvað þekkingu og svo fara þeir og einhvern veginn abbaðt upp og halda þið viti eitthvað voða mikið, sko en þetta er bara á pappírnum já, ég er ekki seldur, sko en ég er svo, snúðus aftur með Xbox, sko ég fæ, alveg, ég fyndi við tókum hérna 98 mínúna detour þetta en hérna, ég held að það hafi rosa margir hérna gott að velta steinum þetta og foreldrar, ég, eins og aftur ég sagði grann ég er síma fíkill, sko, og ég viðurkenna það mjög reglulega fyrir sjálfum mér og er að reyna eins og ég get að reyna að gera eitthvað í því, sko en hérna ég held að ættu rosa margir foreldrar og ég segja bara svo að skoða hvað þau eru að gera vitlaust á hann að fara að benda að krakkinn sem gera eitthvað vitlaust, sko. Það sem þú ert að gera vitlaust er að velta því að krakkinn gera eitthvað vitlaust, sko. Það er rosa góð leið að horfa á það þetta er rosa einfalt dæmi og ég er ekki með neina fitu fordóma þannig ég er ekki að segja það ef að einhver fitnar þá er það ekki út af því að hann ef hann keypti ekki matinn þá er ekki hægt að kenna honum það
Þú veist, þú ert að spá því hver kaupir í matinn, hver eldar matinn og hvað sett á diskinn. Svo borðar einhver það og hann verður feitur. Það ekki þessum borða að kenna, það svo sem eldaði matinn og keypti í matinn, skilur. En við erum svolítið að pæli því, fatti hver það að fara. Hvað er þetta mata einstaklingin með sem verður að því að hann verður svona hinsinn, sem hvort það matur eða ægi eða whatever. Þú veist, hvað ert að gera sem veldur þessu? Krakkið með 9 tíma skjátíma á dag? Það á þér, sko. Það ekki á krakkanum. Þú lest hann hafa fucking síman, sko. En það er málið. Ég átjánarabad, sko. Það svo ógeðslega auðvelt að segja já. Það svo ógeðslega erfitt að segja nei. Ég á bat sjálfur, sko. En hérna, og ég veit alveg, ég er ekkert fullkominn, sko. Alls ekki, ég myndi aldrei segja það, sko. En þetta er bara miklu meira á foreldrunum. Já, ég er að segja, þetta er ekkert minna á foreldrunum. Ég er að segja, það er bara svo auðvelt að segja já og maður, þú veist, maður er svo vanur easy life að maður vill ekki taka hann slag þó að maður vita meira að gera. Þetta er, þú veist, auðmingin í mér að gera barnið mitt að veikari manneski, skilur. Já, en það er bara að díla við það seinna, skilur. Ég er að segja það, en ég er að segja, þú veist, ég held að þarna sé svolítið rótin að maður foreldrar nenni ekki að segja nei. Það er vesen að segja nei, en þeir vita, þú veist, ég get sett í á og þá get ég hort á hann og þá átti að gera þetta eða whatever. En ef að krakkiðin er 15 ára og þú leifir honum að fara út og hann fer eitthvað sem hann á ekki að fara og hann er þar og lengi og kemur heim, það er ekki krakkanum að kenna, þú leifir honum að fara út, skilur. Já. 100%. Þetta er bara, við þurfum að ónæna skít, sko. Þetta er ekki á krökkunum. Krakkin var ekki hent út, hann spurði og hann fekk svar já og hann fór. Svo kom hann ekki heima þegar hann var eitthvað sem hann mátti ekki að vera og kannski gera eitthvað sem hann mátti ekki að gera, en það var eitthvað sem leiði hann að fara. Og ég var að taka eitthvað svona foreldraglóð. Nei, þetta er bara svo whack einfalt að hugsa þetta svona og aftur, ég hef gert alls konar mistök í uppeldi, skilur, en þú veist, þetta er bara, við þurfum aðeins að fara að ónæta þetta, en ástæðan fyrir að tengja þetta við Icebox, þú veist, getur ímyndað ykkur, box er jaðaríþrótt, sko. Það er ógeðslega mikið að krökkum og úlingum og þess áttar sem að, skilur, eru þessir hópar. Skilur, ótrúlega mikið. Og mér finnst það bara geggjað, sko. Ég vil miklu frekar fá ógeðslega mikið af einhverjum sem er alltaf miklu orku og þurfa aðeins að beista niður og fyrst alveg ég tengir alltaf við það, skilur, en að þurfa aðeins að díla við hann og kunna heldur að fá okkur sem er alveg og þurfa að rífa hann upp, sko. Það er miklu skemmtilega að fá bara ógeðslega mikið alveg hérna smá, hérna, eins og með gamla kalla tossabekkur, skilur, bara að fá alla þessa aðlegin, bara let's go, skilur, því að ég veit að ég get alveg beistað eitthvað til og fundið leiðir og einmitt komið agið á reglukerfi og lalala, þú veist, en það er svo mikið af hann sem kom ekki út af þessum aðstæðum sem við ræddum á hann, sko. En ég vil bara fá alla, skilur, og það er hvort að þetta er mín eða önnur félag, ég vil bara að þið fá öll að reyna að finna einhver leiðir, því að rosa margir sem eru að koma í box er einhver sem hafa ekki fundið sér í öðrum íþróttum. Og þú veist, það er bara geðveikt að þau geti þá komið í aðrar íþróttir. Ef að pitcha til alþingismanna að ef þú ert með oflága einhvern í skóla og það verður að fara í jaðaríþrótt svona eins og boksa MMA þá hittur að finna þig. Það er eitthvað. Þú ert ekki thinker, þú ert kannski puncher. Já, getur það. En ég held til dæmis að við komum nú aðeins inn á snertum á iceboxinu hérna, örlítið. Hvað erum við að tala þá finnst það skiptir mig ógeðslega miklu máli, sko. Ég er bara einn af þessum gaurum sem passa aldrei inn í skólan, sko. Aldrei, sko. Þannig mér er svo geðvægt að fá til krakkana inn sem eru dálítið svona eitthvað í áttina og ég get skilið þau, þau aldrei fundið, þau er bara út alltaf líður bara ekkert vel. Mér er ekkert vel að vera alltaf bara með, þú veist, ég fór í frumgreinadeild í HR. Ég á 5 áfanga eftir til að klára það. Mér er svo leiðilegt ég fór á sjóinn. Veitu hvað 5 áfangar eru? Efnafræði, eðlisfræði, stærðfræði. Raungreinar. Þetta bara virka ekki fyrir mig. Nei, þú veist þannig að mér er alltaf eins og vitleysagörnum. Ég var alltaf rétt að ná eitthvað að hafa 5 tíma og svo kom einhver félagi minn sem var svona bókaormur eitthvað og hann kláraði að prófa 3 mínútum og fór og fekk 11, skilur. Ég er bara en þú veist, já, en ég vil bara fá alla þessa krakka inn í íþróttir því ég veit hvað hjálpar, saman hvað til boxa eitthvað annað, skilur. En með Iceboxin, sorry. Það sem ég ætlaði að segja var hérna, ég held að það sé rosa flott fyrir krakka einmitt. Hefði ég verið 15-16 ára og ég var pínu týndur þá, hefði ég farið inn á eitthvað svona stórt boxmót þar sem væru krakkar á mínum aldrei að keppa og ég var bara, hvað er þessi búin að æfa? Ég er búin að æfa svona 5-6 ár og ég bara, það er hérna, þú veist, ég veit ekki 1500 manns að horfa á hann miklu meira. Já, en ég segja, þú veist, vá, hvað þetta, þú veist, að ná þessu þetta er bara venjuleg gaur að segja, þetta er einhverjum hverfinu mínu þessana, þetta er rosa hvetjandi að sjá þetta og þá bara, 5 ára á hard work og þá geti ég verið hana eða 3 ár, eða what er. Klálega, og við erum bara að gera meira af þessu. Ég kom með núna,
það verður svolítið fleiri mót og stærri mót upp í gymmi núna, ég kom með 3 boxringi sko, þannig að við erum að fara að runna helviti skemmtileg prógram vonandi, bara að fara að geta haldið mót í 2 ringjum og oftar og opna sparræfingar og svo diplómamóti, það tekur alltaf 8 klukkutíma sko, nú getur rúlað með 3 ringjum skilur þá, þannig að það er nú ekki alltaf að vera þú Icebox er nú draumur rosa margar sem að æfa og byrja að prófa og keppa í því einhvern tímann sko, það er rosa gaman líka bara fyrir hausinn að actually, þú veist, ef þú hefur ekki farin í ring á móti einhverjum einum sem með 2 hendur að reyna að berja þig, þá getur ekki talað hvernig tilfinningin þegar þú er búin að því sko, þú veist, en þegar þú er búin að því, þú veist, það er ekkert sem toppar það sko. En líka bara svo holdt að geta channela þetta aggression í eitthvað í ákvæmt og uppbyggilega því að það er allir sérstaklega unglingar strákar með, þú veist, testan í rífandi botni og eru bara og ráða ekkert við þetta aggression, þetta er bara fyrsta skipta að koma núna, það væri rosa gott fyrir að geta channela þetta í eitthvað í ákvæmt og uppbyggilegt og okkar markmið frekar heldur en að bara pinna þetta allt uppi og vera skammaðir í skólanum og svo ferðu úr skólanum og þá leimur eitthvað, þú veist, eitthvað krakk ekstra. Já, ég bara skora á alla sem að krakkar sérstaklega sem að bara úrlinga bara overall sem að hafa ekki fundist í einhverju þessum bolta á netiðþróttum sko, sem ég var í þessu öllu sko, að prófa bara eitthvað annað, sama hvað það heitir sko, sama hvort það heitir jiu-jitsu eða hvort það heitir kickbox eða muay thai eða box, bara, þú veist, það er nokkuð miklar prósentur á því að þú bara fílar þetta sko, og vilja bara prófa aðeins að þó skilum að kýla í púða, skilur, mæta aukalega og kýla hans í púða þegar þú vilt bara ná smá útrás, skilur, versus að fara kannski að læra eitthvað sem einhver sendi því að því að hann vildi og myndi vera fótboltamaður, skilur, prófaði bara að breyta til, sko, þetta er alveg klálega, ég veit hvað það gerir fyrir mig, skilur, ég er búin að vera öllum íþróttum nánast, sko, en þú veist, þetta er bara annað, bardaíþróttur er annað og það talatir bara, þú veist, já, en hvað þú ætlar að kýla í hausum, þú þarft ekkert að fara þangað, þú getur líka bara farið í glímu og þú veist, það er ekki allir í glímu sem láta rífa af sér olbúan, sko, þú veist, það er bara, þeir fara samt í armbar, skilur, það er ekki allir sem fara í box sem missa hausinn á sig, sko, mjög fáir, en þú veist, þú þarft ekki að fara þangað, þú getur líka bara að vera bóksætlega gaman, læra teknina og þú veist, og prófa þess að vera með vinninum og tillæra þeim hóp, sko. Ég er úrslega samlega þessu, af því að þú kannst sjáta á stákanum sem er ekki búin að finna sér í boltaíþróttum, sko. Ég er eiginlega sjáta á alla nördana að núti, sko, sem eru bara svona fastir í Larparana. Já, larparana og MMO-spilarana og þessi gæði sem eru bara svona, hvað maður segja, bara svona heim í tölvunni, sko. Það er ógeðslega gott fyrir líkam og sál að fara og æfa bardaíþróttir, af því þú þarft ekki að berjast, en það er bara ótrúlega gott fyrir body posture, bara líkamlega þroska og andlegu hliðina að fara á æfa. Rosa sjálfstyrking, sko. Já, rosa sjálfstyrking og bara, þú veist, það er svona, þú veit ekki trúa því, en það er svona 80% af vandmálunum þínum, kvíða og einhverjum svona drasli sem að hverfur þegar þú lærir að boxa og jitsa. Finnst mér líka vanrægt þetta félagslega út af þetta er einstaklingsíþróttir, en félagskapurinn í öllum bardagaklúbbum sem ég komi í er miklu nánari utan klúbbsins heldur en í flestum fótboltafélagum sem ég það er alveg ótrúlegt hvað þetta er náinn og þú veist, og supporti félagskapur sem fylgir þessu og jákvæður. Það var fyrir mér, hefur alltaf verið að þú veist að tala um agaðan þjálfara, sko, þú veist, ef að fólk myndi skilja þegar ég tala um gamla þjálfara minn sem að, veist, ég hafa honum allt að þakka, sko, Óskar Kúperi sem að kendi mér í Hafnarfirði, sko, þess vegna Icebox í Kaplakrika, því ég byrjaði að æfa box þar 16 ára inn í áhaldaskórnum, sko. Við vorum þar úti, sko. Þú veist, ægin sem ég fekk frá honum mótaði rosa mikið hvernig ég þjálfi þetta og ég var talað með krakkana bara að þið vissu hvað ég, þú veist, gekk í gegn og ég er nú bara næs og eitthvað, þau þekkja hann kannski smá, bara það, þú ert bara mjög líklega honum, sko. Og mér finnst það bara besta hrós sem ég fengi, sko, en þú veist, bara, þú veist, það er svo klikkað hvað það gerir fyrir að vera hluti af hóp í einmitt íþrótt, sko, að þú ert að æfa með öllum krökkunum, svo fyrir einni pringa móti einhverjum einum og allir fyrir utan sem horfðu á því sparra, horfðu á því taka allar aukaæfingarnar, voru með þér í því, þú færið ekki meira authentic support, sko, heldur frá gæjanum sem að hjálpa þér í öllum spörunum, var sparra við, takla lótu við þig, kom með þér í útihlaup þegar það var ógeðslegt veður og hann veit hvað það er búin að gera, sko, þú veist, styrkurinn og stuðningur sem þú farð frá öllum hópnum, það er ekki hægt að bera það saman við eitthvað annað, sko, þetta er bara svona kjarnadæmi, sko. Til líka þess öðruvísi stuðningur, eins og í hópíþróttum, fótbolta, körfubolta, svona, þeir hafa hagsmuna þegar stiði, beina hagsmuna þegar stiði. En í þessu þá er ekki þessi beinu hagsmuna að þegar stiði. Þú ert meira stiðjan út af því að þú heldur með honum. Já, og vilt að vinna, sko. Já, vilt að vinna. Þú græðir ekki tannig á því, annað en náttúrulega þú fær stuðning og eitthvað, en þú er ekki beina hagsmuna því. En það er sem svo stærsta verkefni mitt, eins og með, veist, yfir í work class, skilur, þú veist, það er að skilja, þú veist, nú er commercial gym þó að, þú veist, HR er ekki commercial pæling, þú veist, við erum bara með mjög gott box, skilur, en þú
90% af liðinu sem kemur inn til okkar að æfa venjulega bara að læra nýja íþrótt og hafa smá gaman sko. Og það svo ótrúlega flóra af mismunandi fólki sem kemur einmitt, einhverjir larparar hvað þetta heitir eða bankakallar eða whatever, skilur bara ótrúlega mikið flóra af alls konar fólki sem að finnur sig bara þarna myndi aldrei dett í huga einu svona að fá högg í hausinn á sig sko, eða kýla eitthvað vilja bara að prófa eitthvað og hafa gaman þannig að þetta miklu meira en bara eitthvað allir með glóður og brúna vör sko. Þetta bara gaman og eitt sem ég tekið ég hef svolítið verið að koma nýrin í hinn og þessu bardaíþróttir og sko, maður er alltaf með ákveðna hugmynd þegar maður lappar inn í svona aðstæður maður heldur alveg að fara að benda og hlæja sko. Það bara alls ekki þannig það haldið ótrúlega vel utanum svona drullu saman sko. Ekki neitt sko. Ég læt liðið mitt stundum bara þegar ég tala gamla þjálfari minn, það var alltaf salsaæfing einu sinni í viku sko. Bara hann frá Kúbu alltaf salsa sko. Og það var bara kveikt á salsa og svo voru við bara einhvern salsaæfingum skilur. Það dansboks bara dans skilur. Þú kallar þetta oft inn í hringin á bardagamenn þína, kallar salsa þá ertu bara að biðja meiri fótavinnu bara dansa skilur. Og ég kveiki mjög reglulega á æfingum með okkur bara almenning og hópaæfingunum sko. Eins og áðan voru 40 eitthvað æfingu skilur, ég ger ekki dag en stundum ger ég þá bara hendi ég keilum út allt og kveiki á salsatónlist og bara bara dansa í kringum keilunar það enginn að fucking pæla ykkur, það enginn að horfa ykkur það allir að pæla ykkur, þeir eru aðsnaðlegir sjálfur það enginn að spá, þannig að bara brjóttu allar reglunar sem að var að tala með fætunar, mátt ekki krossa fætunar og whatever það heitir að lenda á hælunum, bara brjóttu þetta allt bara gerðu allt sem þú átt ekki að gera og bara feel it sko. Og svo bara gerir fólk þetta nokkuð og það bara að byrja að groove eitthvað svo kemur hann í ring og þá alltaf eitthvað þessum hreyfingum sko. Og þetta bara, box eða dans sama hvernig dans þú horfir að Lomachenko og pappan senda hann í dans skilur, í nokkur ár skilur, tók hann úr boxi senda hann í dans og kom tilbaka og bara það enginn að ræða það neitt frekar sko. Allir kúbísku boxar, Kúba náttúrulega by far var mestuleiti en þó í dag bestu boxarinn í amatörboxi koma þaðan flestir skilur og það bara salsa í blóðinu þeirra sko. Þetta bara dans þannig að það eins og þú segir að pæla í þið, það öllum dörrull fyrst náttúrulega koma þeir eitthvað vola svona finnst ekki allir bara hvað svo bara fattaðu það allir að pæla í sjálfur hvernig get ég lítið aðeins minna aðsnaðlega það er enginn að pæla innum og þess að hjá mér ég set svona innan gæslappa skildir á krakkana mína sem eru úr keppnishópnum sem bara ef þið sjáðu eitthvað sem ekki alveg bara lappið og segja maður til skilur þau gera það bara það bara hey passa þetta passa það símaninn skilur það símaninn þetta mun að ganga verið haka það niður skilur og þau bara gera það skilur þannig að eitthvað sem kemur inn og bara finnst það ekki þau eru bara tekið utan um það sko og ég held að sé nú á flestum stöðum sko. Já, ég hef fundið fyrir flest stöðum sem ég farað ég hlýtur að vera eins fyrir krakka sko að það er svona að mæti manni ákveð svona já þú sökkar en það er alltaf þú æfið þig og þá hættir að sökka Jú, það er bara en maður er alltaf svo stressað einstaklisíþróttum og svo stressandi þegar þú ert einn sko en þú getur falið þig í hópíþróttum það er svo auðvelt að fela sig í 5 og 5 í fótbolta það er svo auðvelt að fela sig en svo ertu kannski bara í vörn og ekki nógu góður og þá kemur mark út af þér þá fæði þú beint í andliti sko. Þá ertu lélur að fela þig sko þá fela út á kanti hægra megin við erum bara bekknum Ég verið bench warmer Ég dýrkett, við erum búin að tala um pólitík við erum búin að tala um vandamál ungra drengja í dag búin að ræða sem Icebox Ef að snerta eitthvað aðeins á Icebox meira ánum við röpum þessu upp Er eitthvað sem er ekki komið fram varandi Iceboxi? Sko, ég væri til í að fá einhverja Villi er ég flýði alltaf Villa inn frá Spáni sko. Kynnirinn, hann alltaf kom hann býr út í Spáni Já, ég kemur alltaf, við dílum bara það ég myndi græða flug með það fyrir hann og hann kemur til Íslands og tekur þetta hann er líka bara gullbark í Íslands hann er líka bara skemmtilegu kall sko. En já, svo er bara sama og sami matur, ekki sami matur en jafngóðu matur og ennþá og ég verð með risa svona monster svona buggy bíl hana og eitthvað svona læti og stemning sko þannig að bara svona sjófílingur sko og svona ég ætla að bæta aðeins í svona þetta auka litla ekstra stemningsstótt sko þannig að jú þetta verður ég bara get ekki farið nú oft yfir það að mæta tímanlega sko að því mér finnst það ógeðslega leiðilegt að ég sendi genuinely á fullt af fólki sem ég kannski þekki ekkert of vel bara að fá pointers ég er ekkert eftir þetta og alls ekki þannig að ég sé eitthvað hlægandi í bankan eitthvað, það er fyrsta lagi alls ekki þannig sko og ég vil miklu frekar vita hvað ég get betur næst sko en ég sendi fullt af leið sem ég þekki kannski aðeins minna heldur en vini mína og byrð bara honest opinion sko, bara hvað varst þið geggjað, hvað varst þið meira og vill heyra og
mér finnst rosalega að heyra eftir og bara ég fekk ekki nógu góð sæti að ég mætti ekki bara, en ég alltaf að segja þetta það er orðið uppselt í VIP núna og það er ekki mikið eftir að Betri-stúku en ég fæ alltaf sendt í tugatali skilabóð, getur þú reddað? Ég get ekki reddað, það er fullt þannig að mættu tímalega ekki vera of lengi, það er ekkert alltaf mikið að Betri-stúku með eftir, þeir mun allir fara ekki býða eitthvað með það að þú ert að spá í því og ætlar raunverulega að gera það, það mun alltaf koma til þess að ég mun fá skilabóðin og ég á fæti, þá ætla ég bara ekki að svara símanum ég bara ángríns, ég ætla ekki að gera það síðast eftir þetta síma mín endalaust en á fæti og þetta er úrslega fyndið að pæli ég ákvaða að vera ekkert í símanum frá því að ég kom niður eftir og var að byrja sjóið þá ég kom heim ég var með 58 missed calls Jesus Christ fólk veit alveg hvað ég er að gera og ég var með ég veit ekki hvað mikið notifications og skilabóðum ég er ekki á miðju sjói að fara að opna síman til þess að svara ykkur eða redda ykkur þú veist, verið bara tímar Íslendingar eru alltaf mikið svona og ég með talin að redda, ég græði þetta það er ekki hægt að græði þetta veist, og ég þarf ekki sjói lítur bara vel út núna og meðsal gengur vel en ef að fólk er í alveg að spá í því að láta þetta eftir sér skilur ekki vera á seinum staðin og ekki vera á bíða lengi með að kaupa það með það því að þetta er að ganga mjög vel og ég hafði ágjörð að þetta væri sent í nóvember skilur að koma jól og mánaðamótin er eftir það er bara ekki að hafa áhrif Mér langar að spyrja einu nú var verið að leggja frumvarp fyrir þingið lögleiðingu atvinnuhæfileika þú eitthvað inn í því og mun það hafa einhver áhrif á Icebox eða verður Icebox hugsað bara sem ólympískt áhugamannabóks er ég inni, ég er náttúrulega alltaf búin að vera þetta er bara eitthvað svona nýtt núna ég er búin að vinna, ekkert ég en mikið af mönnum og ég þar með talin sem eitthvað taka þátt í samræðanum að vinna bakvinnuna lönguðun að þetta kom en já, ég er alveg eitthvað involved að einhverju leyti þú tala 5 ára dæmið sem ég var að tala áðan skilur, ég er löngu búin að pæla í þessu og það er engin ástæð fyrir mig að gera það ekki, ég meina Icebox er orðið svona stórt og Icebox verður bara stærra og ef ég var með atvinnuhæfileikann inni þá verður það bara ennþá stærra skilur og þá mun ég þurfa að fara í Laugardalshöll eitthvað svona skilur en það mun aldrei breyta draumurinn minn væri að hafa undercard, maincard, undercard amateur, maincard, pro skilur, og það er bara no-brainer skilur, og við erum með fullt af íslensku bóksarum sem eru miklu meiri atvinnubóksarar út af við heldur en amateurbóksarar út af við skilur, og það, mjög margir, ég held að sem nokkuð pottið þú veist, svo lengi sem að hausinn verði að það ennþá og áhugin ennþá á boxi að þá nokkuð borðleggjandi að Erika nátt verið atvinnumaður bara hún er þannig skilur, og ég bara ætla að gera allt til að hjálpa henni með það og fleiri skilur, en þau hafa ekki tækifæri það er ekki hægt en þú veist, ef það væri tækifæri þá væri náttúrulega miklu fleiri skilur, sem myndi mögulega að geta þetta en það er náttúrulega geðveikt af krakkarnir sem eru að keppa á áhugamanna Icebox í dag væri síðan á prófhlutanum seinna eða bara búið til eitthvað algjörlega nýtt sem er samt spunnið úr sömu uppsendingu skilur, en bara próf eða áhugamanna fyrir daginn, próf kvöldi eitthvað en ég var að tala áðan eitthvað svona stjórnmálamenn eitthvað að leita aðkvæðum ég held að þetta var mikið til verið bara gert til að vera eitthvað þannig heldur þetta fara ekki í gegna? Ég sé ekki, nú er ég komandi úr sportinu ég hef alla hagsmuna þegar gera að gera það ég sé bara ekki af hverju þeir ættu að gera það hvað græða þeir á því þeir eru með svo mikið öðrum málum sem þarf að tækla af hverju ættu þeir að fara fremst í röðina og fara í þetta Það er alveg rétt, en það sem ég er að hugsa, fyrst eru búin að leggja þetta fyrir, þá munur þetta að fara í atkvæðagreiðslu, vantanlega, nefnum þetta festist í einhverju undirnefndið gæti. Það er sér tala um einhverju undirnefndið dæmi, það eru 50 önnur að þeim finnst, þetta er mikilvægast heim fyrir mig, bara að ég vil eitthvað, vil ég þetta, og ég vona enginn minnskil það, ég vil þetta svo mikið, Icebox er bara pro-eventnum amateur, það myndi hagnast mér helling, það eru kannski 50 önnur mál sem eru mikilvæg fyrir þeim framar í röðinni þannig að ég svona, auðvitað vill ég það er no-brainer og eitthvað myndi halda eitthvað annað, það er bara skrítið en, ég held, það kom komið þingmenn upp í gym til mín taka vídeo og skoða eitthvað að við erum að spáða löglega box ég bara, já boxan er búin að löglegt í 20 eitthvað ár já, við ætlum að löglega keppnir við keppum ykkur mennsta mánuði
það svo fólk veit ekki hvað að reyna að gera það hljóma vel, það eitthvað svona publicity stunt, eitthvað gaman ekkert á móti þessu fólki, það bara aftur, talið við fólki sem í þessum aðstæðum eins og við talum strákan á hann hvernig var að tala bara við boksaran tala við munin á þessu og hinn því ég held að ég veit ekki sem mun á reglunum það rosa lítill mun á reglunum algjörlega, ég held samt bara stjórnmálaflokkar séu bara með eitthvað svona markasteild og þeir eru bara ok, það eru svona mörg atkvæði þessu, það eru svona mörg atkvæði þessu 100%. Þannig að við þurfum að vera þarna og þeir bara ok, síðan fáðu bara script og þeim bara kyrt á milli og þeir bara ok, hérna, þú segir þetta hér ok, fyrir hann inn og segir þetta hér og svo fer ég aftur út í bíl og fyrir hann næsta stað. Ég meina, auðvitað er gott fyrir mig að það kom einhverju þingmann upp í gymtímin, auðvitað það er gott, það kemur fít að því en ég bara tek ekki þátt í þessu kjaftaði, ég nenni ekki eins og ég var að tala um hann, ég átti vona okkur símtölum ég átti að fara upp í og vonandi að fara að eiga samtölu upp í Alþingi að ræða mínar hugmyndir varandi unga stráku í Ísland því ég var þessi strákur þú veist, ég tek ekki þátt í því kjaftæði að tala bara þetta og svo verður ekki neitt ég tek ekki þátt í því kjaftæði að vera að láta lúkka ógeðslega mikið við ætlum að reyna að gera ógeðslega mikið fyrir ykkur ef það á ekki að gera það þú veist, setið bara your money where your mouth is og þið viljið raunverulega ræða málin þá bara ræðum við málin en þið verða að vita hvað þið eru að tala löglega box löglegt the fuck þú veist, þetta svo skrítið Já, líka bara slæmt tilfinning að líða eins og maður sé að þú veist að það sem maður gerir sé eitthvað tæki til þess að fá atkvæði Já, ég tek bara ekki þátt í þessu sko, ég veit ekki og þú veist, maður ákveðið að kjósa? Nei, ég er að benn þá nota útlökuna ég get ekki kjósa neitt ef ég ætla að kjósa eitthvað sem ég vil þá myndi ég bara ekki kjósa neitt sko. Þannig að ég er komin í útlökuna ég hef ekkert á móti þingmann ég væri bara gæða til að fólk myndi actually gera það sem það talaði að gera og myndi ekki segja neitt nema myndi það og myndi eða lofar einhverju að það geri það eða mest að falli allan að reyni rosalega mikið að gera það ekki bara tala til að vera næs og fá okkur Jón út í bæ til að kjósa sig sko. Ég fokka ekki því sko. Ég er ekki til í það sko. Það væri rosalega næs að það væri við ætlum bara að skilja vandamálin þegar eitthvað kemur til því við ætlum að löglega box það er ekki vandamál það er ekki vandamál sem þú ert að kljást við atvinnuboxið og það er svona næsta level sko. Vita þau munin? Greinlega ekki, þú greinlega skilja ekki sársöka punktin sem þú ert að díla við skilja ekki vandamál sem þú ert að díla við þetta er tilgert sko. Já, þetta er mjög spes sko. en ég sem búin að vona það besta vonandi bara fer þetta í gegn og vonandi kemur fólk inn með punkt sem ætlar að keyra þetta en aftur því hún segja hann ég bara ég trú ekki allir þessu liði sko. Ég bara gera það ekki sko. En vonandi og ég er alveg fyrsti maður til að mæta staðan og bakka upp og klappa með baki að þau actually gera þetta sem þau eru að segja til að gera en ég bara prove me wrong sko. Ég vona það sko. Ef þessi gæðar komast inn og gera þetta ekki þá getur þið í fyrra þetta sem ég var að segja á hann það er alltaf margir að tala en ekki að gera sko. Það er ekki, ég er ekki þar sko. Þannig að já, 7-13 en fyrstu dag við fáum þið aftur í þáttinn aldrei finna með það sko. En ég bara með þessum tix.is gengur vel og mjög vel og ég hlakka til að sjá okkur og rífum það ekki af þessu bara eins og hlakka til að koma takk fyrir að koma Davíð og alltaf gaman að fá þig já, takk fyrir mig, þetta fór nú eitthvað út um söður okkur í dag en ég fíla það takk fyrir okkur